Anna Það ekki? Jó, beint í þetta Meiri juice Meiri juice Ég hrættur það Það Pingjan sem heilsar þennan þriðjudaginn Hann svona sommer, hann í beige Já, heldur betur Buxum Heldur betur Kakkís, heitir þetta ekki kakkís? Jú, við erum bara í svona rólega kýrnum Já, nákvæmlega Elmar Gunnarsson meðstofnandi og framkvæmdastjóri Vettvangs hugbúnaðarhús Hjartalega velkomin Thank you Herðu, já þetta lag Yngvi Hvaðan kemur þetta? Þetta er Við yfirleitt leifum gestum að ráða nú varst þú bara með yfirgang Þú var bara nei, setja á þetta Þetta er tilengað Adam Norfjörð forritara sem ég vann með Hann var alltaf að hlusta á þetta Já Svo lappar Elmar hérna inn og ég er svona Þetta er forritara lagið Þetta er svona það sem komunum í gýri Já, hafði þetta eins á Það þá ábyggilega rétt að taka það bara strax fram að ég er ekki forrið Nei, já Herru, henda á Metallica, byrjum við nýtt Þú veist, hvernig er það með svona forritara? Er það ekki með í eyrunum bara þann daginn? Jú, að miklu leyti Það er náttúrulega Í sóninu? Það er það sem þú vilt sem, þú veist, framkvæmdastjóri hjá svona fyrirtæki er að þú vilt helst bara hafa fólkið í sóninu og búa til þannig umhverfi að hérna þú náðu sem mestri skilvirkni úr öllum allan daginn. Nákvæmlega sko. Erum við með hérna helvítis, hvað heitir þetta? Þetta er annað sem allir forritarar elskar, luftból, borðin hana. Fúsból. Fúsból, já. Nei. Ekki? Við erum ekki með það sko. Við höfum bara pínu, þú veist, ekki leyft okkur að fara ánga. Þess að svona klassísku hugbúnaðarhúsa stefnu. Nei. Ekki fara þarna. Ég er með spurning út í þetta sko. Veitu hvað, ég ætla að leyfa þér að klára? Nei, það var ekkert. Nei, ok. Nei, bara því að þú veist, þetta er oft svona, talað svona nútíma skrifstofustemningu sko, þú veist, alls konar píluspjald og eitthvað svona skrifstofan uppfulla þessu, verið að skrifa á gler og svona, er þetta ekki þannig hjá ykkur? Ég held að þetta sé frekar kæst mýta sko, en hérna Þið eru ekki að reyna að búa til hið íslenska Google. Nei, við fögnum því. Nei, ég hugsaði að það hafi alveg, þú veist, verið hjá fullt af þessum startupum sem hafa verið kannski funduð bara, þú veist, fá inn 500M á borðið hjá sér og verið gaman í smá stund og svo er það bara búið. Fúsból, þetta er svona efst í Excel-skjælinu. Ráða 20 forritara og kaupa fúsbólborð. Nákvæmlega. En hvernig er annars stemmingin? Þið eru stödd hvar? Suðurlandsbrautinni. Suðurlandsbraut. Vjú yfir Esjuna. Heldur betur. Djöfull er ekki. Yfir Esjuna. Ekki. Gríft orðið. Ekki forritari spólmaðist tilbaka. Hver er maðurinn? Hver er maðurinn? Ég er nú hotfyrringur í húð og hár. Og hérna fættur og uppalinn á Hornafirði. Og haffyrringur í dag, F-óingur. Og hérna... Já, hvað? Fórstu bara ásettur fjölskyldumaður? Já, bara í gamla daga. Já. Við erum nú nokkrir hortfyrðingar þannig, eða ekki? Er ekki þrír í fyrirtækinu? Er það bara tveir? Hortfyrðingar? Já, er það ekki? Ég er bara einn. Er það? Já. Er ég að ruggla það? Þeir eru ekkert mikið fleiri. Þú ert að slá ykkur saman? Já. Nei, ég er að segja það að ef allir hortfyrðingar myndu búa á Hornafirði, þá væri við að tala um að það væri höfuðborg Íslands. Já, akkurat. Það eru hortfyrðingar á hverju strái. Já, það er þannig. Það getur sagt ykkur. Nei, ég man núna, ég var aðeins að kynna mig, það var sem að heitir núna Aldeilis auglýsingastofa. Þú varst að vinna þar. Já. Þar eru hortfyrðingar alveg í hrönnum. Ég og félagi minn sem heitir Daniel Ímsland, við stofnum það fyrirtæki way back 2012 og þá hétt reyndar Hype og þá vorum við bara matreiða WordPress vefi út og Daniel náttúrulega fáránlega klár grafíker þannig að það var svona meira markastofu koncept og það er kannski koman en pínu á bragðið. Já, þú stofnaði það sem sagt. Ég stofnaði það, já. Veitu, hvað ertu gamall þá? Þá er ég 25. Já. Var á seinast árinu í háskólanum. Þú lítur út fyrir að yngri en við báðir, sko. Já. Ég er 36. Já, 86, ok. Nei, ég er 36. Ég er 87. 87, já, skil. En ok, og þetta er hvað þá? 2012? 2012, já. 2012, já. Það er á seinast árinu minn í háskólanum. Já. Rúlum því einhvern veginn í gang og það er bara, þú veist, svona hark með námi og bara gaman og gengur allt geðveikt vel og sem enda náttúrulega með því að ég hætti bara í skólanum á seinasta árinu. Ekki það, ég átti aldrei neina framtíð, skiljum. Hvað varst að læra? Þú varst komin í master, eða ekki? Nei. Nei, já, herðu. Ég er sko ekkert eðlilega lélugur námsmaður, bara svo því sé aldrei til haga. Já, ég er ekki með... Þú tókst 2 BS-gráður, ekki? Nei, ég er með enga BS-gráður. Það er það sem ég er að segja að þú varst ekki í, sko, þú varst í viðskiptafræði og svo eitthvað svona, alþjóðaviðskipti. Jú, já,
brautin heitir það, bara eitthvað alþjóða viðskipti og markaðsfræði. Þetta er bara sama. HÍ eða? HÍ. Já, ok. Þannig að þú tókst bara svona dálítinn Steve Jobs á þetta, bara drop out. Já, ekki bara segja það. Það er súk í honum. Súk. Það er flott. Súkuberg. En hérna, aftar, Hornafjörður, fórst í, hvað heitir þetta þurr? Hérna, mennskólan þar? Framhaldsskóli Östu Skaftafellssýslu. Já, fórst í hérna. Ég tók 1 ár í honum. Já, og hvað svo? Bara beint í bæinn? Já, sko, ég var bara á mjög miklu flakki, sko. Ég byrjaði í MS, fór í FH, fór í framhaldsskólan Östu Skaftafellssýslu og endaði svo í FH aftur, sko. Já, menntasetri í útskrifast Ármúla. Já. Það er eina mentur sem skiptir máli í þetta, er ekki bara mennskóli? Já, menntasetrið í Ármúlanum, ég var nú það líka. En sko, hotfinningar, skilgreiningu sem austfinninga eða sunnlendinga? Ég er bara eiginlega hvorugt, sko. Já, þið eru svo hæbrið. Við erum ógeðslega eina báti. Já. Ég myndi ekki líta á okkur sem austfinninga. Nei, við erum ekki austfinningar, sko. Nei. Og við erum ekki sunnlendingar heldur. Nei, bara hotfinningar. Álmunalausir. Þeir eru út í hot, sama hvert á það liti. Heyrðu, ok, og hvað er svona fyrsta braskið? Varstu að selja síld þarna á planinu? Fyrsta braskið? Já. Þú hlýtur nú að byrja ungur að braska. Já, kannski pælingin, mjög djúpur í bara tölvum alltaf, sko. Þannig að fyrsta proper braskið var bara að selja Vafsi-D-diska. Það var alveg. Selja Vafsi-D? Já. Voru það ekki þessir litlu? Bara rippar bíómyndir, bara sem hún skrifaði á geisladiska. Downloadaði þessu bara Vares og eitthvað. Skrifaði þetta svo og varst að selja þetta bara á yrkinu og eitthvað. En voru það ekki einu sinni ekki einu sinni CD-diskan? Var þetta... Jú, það var komið á CD-diska þá. Það var svona kannski fyrsta proper braskið, sko. Og hvað ertu gamall annað? Bara eitthvað 12 eða eitthvað. Og ertu þá að downloada myndum? Já, kaupa líka á CD-diska sjálfur, sko. Og svo bara skrifa á. Heyrðu, þetta var algjör stemming. Það var fullt af forritum til að rippa. Ég var bara búin að gleyma þessu orði. Ég var í þessu sjálfur, eitthvað á sín tíma líka, sko. Þú varst í bláu myndunum, sko. Það var enginn að eigast um það. En þannig að og varstu síðan bara að fá pantanir, þú segir það, póstgróð? Já, bara, þú veist, svo maður bara selja þetta á yrkinu í gamla daga. Og svo bara neldur þessu út í póstgröfu, bara frá pósthúsinu á Hornafirði. Magna. Hvernig fékkstu greitt? Maður fékk það bara greitt. Var það ekki þannig að maður fékk þetta bara greitt á pósthúsinu, skilur, þegar maður búið að leysa út pakkan. Ég man ekki alveg hvernig þetta var. Þetta er alveg orðið frekar langt síðan. Þetta var heiðalegt. Var eitthvað uppbúrs að hafa hjá þér, eða? Nei, kannski bara fyrir næsta stapla skrifdiskum. Já. Fjárfesta í Cashflow sem var alltaf að framfleyta. Fjárfesta í starfseminni. Næsta skam. Já, má segja það. En þannig að þú hefur alltaf, þú veist, hefur haft þessa tilfinningu alltaf að þú myndir fara út í eigin rekstur eða... Ég held ég myndi bara ekkert þrífast óslega vel undir einhverjum, eða þú veist það, ég get alveg með fólki og allt það, en ég þarf að geta fengið líka að gera hlutina þess á minn hátt og hérna ég er bara með, þú veist, fullt af svona umfram orku sem ég veist bara fínt að beina í þá átt sem mér hendar hverju sinni og það er svona endurspeglar ágætlega stöðuna eins og hún er í dag, sko. Já, og hvernig er þetta, ef við fyrir tilbaka, hvernig stofnar fyrsta fyrirtækið? Hvað er það sem kemur á bragðið? Er það hæp? Þú sért með rekstur? Já, það er í raun, sko, fyrstu Er þetta hæp með venjulegu eða? Er það ekki svolítið afbreyðilegt? Þetta er uppsum. Við hérna, ef ég fyrir aðeins aftar, sko, þá byrja ég í raun að gera sjálfur vefi þegar ég er svona 11 ára. Þá var ég á okkur, þetta bara inn á eitthvað námskeið í frontpage, sko 98 í grunnskólanum á Hornafirði og þar fæ ég bara ógeðslega mikið áhuga á þessu. Þetta er geðveikt skemmtilegt að hakkast í þessu og hérna já, þar svona byrjar boltinn aðeins að rúlla en þú veist, á þeim tímapunkti og í rauninni í gegnum unglingsárinu alveg bara fram yfir 20 datt mér ekki í hug einu sinni að það væri hægt að vinna við þetta, skilur og ertu bara alltaf að búa til heimasíður? Já, þá var ég bara mikið að búa til alls konar einhverja mini-vefi í frontpage og ég hef nú alveg sett, þú veist, ég á alveg fræga gamla vefi, sko, síðan sem ég gaf út kannski þegar ég var 13-14 ára, þar sem að, þú veist, maður var að setja í svona myndir á einhverjum unglingafylliríum á Hornafirði og þú veist,
fór alltaf hliðina skilur Hvað hétt aftur, var ekki alltaf eitthvað Batman.is og eitthvað? Jú, þetta kannski var svona á undan því í rauninni, þú veist, það sem allir voru bara með digital myndavélina sína. Já, var ekki fólk.is og Blog Central og þetta. Já, þetta rauninni fyrir það sko. Það býi bara til, þú veist, minn eigin vef í frontpage og svo klístraði ég bara inn á pabbi minn átti fyrirtæki sem var bara í kringum sjávarútveg og hann átti svona eitthvað svæði þarna inni hjá símanum sem var bara simnet.is eitthvað nafn á fyrirtækinu og ég skelli bara upp þessum vef þarna með einhvern unglinga fylliríðis myndum á bara nafni fyrirtækisins hjá pappa mínum og hérna, já, þetta var ákveðið svona. En varstu eitthvað hann á að monetæsa þetta? Eða er þetta bara Nei, þarna varstu bara leikaðir, skilur og hérna, það er ekkit ég monetæsa þetta aldrei neitt fyrir en bara við förum að staði Hype, sko. Þá ertu náttúrulega komin inn í WordPress en þess að ég segi, ég er ekki forritari, ég fínni að fikta og drag and droppa og leika mér eitthvað og þú veist, ef ég hafi ekkert að prófa frontpage þá virkaði það pínum bara meira eins og Word, sko, bara svona vel ljót útgáfa Word. Hvenær kemur WordPress inn, sem er svona það stærsta í dag? Það er alveg gamalt. Þetta er 2012 og þá var það alveg búið að vera til eitthvað, skilur við. Þá voru mér bara að kaupa template og hakka þau til og, þú veist. En starf þitt núna hjá Vettvangi er þá meira svona viðskiptamiðað? Já, ég er í rauninni eini maðurinn inn á gólfi hjá Vettvangi sem er ekki annarkvort hönnur, efnisvinnslu maður eða forritari. Þannig að ég er eiginlega bara svona. Og hvernig fungerar í slíku umhverfi? Ég finnst það bara geðvægt. Bara, eins og segi, ég fæ að ráða mér mjög mikið sjálfur og ég er að gera alls konar hluti, þú veist, ég er náttúrulega með þá marketing teiminu og ég er með, þú veist, í verkefna teimum og ég er með oft í svona kick-off á hönnunarsprettum og tek þátt oft í hönnunarsprettunum svona early stages og það henta mig mjög vel að vera bara með alls konar þannig að og svo er ég náttúrulega bara í rekstri og líka daglegu rekstri þannig að þetta er bara mjög fjölbreytt og þú veist, ef ég siti í marga daga yfir í sama, þá verð ég mjög fljótt órólegur, sko. En hvað kemur til að þú ferð hættir hjá Hype, væntanlega? Það er ennþá í gangi, náttúrulega. Tölum aðeins fyrst Hype, hvernig stofnir þetta? Hvað gerist? Bara þú og félagin eru að selja vefi? Já, sko, þessi félagi minn var byrjaður í sjálfstæður rekstri sem grafiskur hönnur og bara alltaf gerist hjá honum og við bara í rauninni stofnum þetta sem svona hliðavöru og hann heldur bara áfram sínu rekstri og já, þú veist, erum bara malla út þessu vefum og þetta er náttúrulega bara eins og öll proper startup fyrirtæki, þá er þetta bara svolítið tekið á hnefanum, skilur, þú ert bara að gera eitthvað og þú veist, gerir þetta semifrítt fyrir eitthvað og svo bara fer boltinn eitthvað að rúlla. En 2012, maður svo fljótur að gleyma, var bara engin með heimasíðu á þessum tíma eða voru allir komni með? Þá varstu svona meira að vinna með það að vera að frelsa fólk út úr þú veist, eitthvað svona lokuðu, gömlum, þú veist, muni eftir netvistun. Nei, ok. Er það eitthvað gamalt bara íslenskt? Já, þú veist, þetta voru svona, gömlu íslensku CMS-kerfin sem voru alveg early days. Og hérna. Sem að var bara sér hannað af einhverjum. Já. Og þetta voru rosalega mikið bara svona nafnspjöld. Það er bara svo áhugavert að heyra, út í úr búin að vera í þessu núna, þetta lengi, 11 ár, hvernig sellið breytist. Í dag ertu að selja upp og þjónustu og jari. Já, akkurat. Þannig ertu hvað? Að frelsa fólk úr klóm? Já, þetta er svona DK hugbúnað að gera. Passaði. Nei, ég veit ekki. Það er, þú veist, sellið er samt basically ennþá það sama, sko. Við erum ennþá að selja open source hugbúnað að miklu leyti. Er það WordPress ennþá? Nei, núna erum við bara með mest að vinna með hugbúnað sem heitir Umbraco. Já, Umbraco, alveg rétt. Og svo er þetta svolítið breytilegt líka bara eftir verkefnum, hvað við erum að vinna með hverju sinni. En það sem að hefur náttúrulega breyst í millitíðinni er bara að einu sinni vorum við að selja heimasíður, núna erum við bara að selja hugbúnað og við erum bara að selja hugbúnaðar teimi. Því að þú veist, vel flesta þessum verkefnum sem við erum eitthvað að dýfa okkur inn í krefjast þess bara að þú ert með heilt teimi, þú ert með bakendafórhaldara, þú ert með framendafórhaldara, þú ert með hönnuð, þú ert með alla línuna af fólki til þess að láta hann hugbúna tikka því að þetta á náttúrulega það sem að flest öll fyrirtæki vilja er að bara öll viðskiptin fara hann í gegn. Þú veist, það er svona end goalið því næst. Þannig að það er ansi mörg að huga
Já, ok, og Hype verður hvað? Meira markastofa eða? Já, ég í rauninni sko strákunum bara hluti minn í Hype á þessum tímapunkti þegar við erum að rúlla af stað með vettvang og vettvangur í rauninni sprettur bara svolítið út úr Hype sko. Já. Þannig að þá kom í rauninni bara nokkuð stórt verkefnin að borð til okkar og sem að var mega engan sens að ég væri eitthvað að hjakast í að hakka til eitthvað WordPress template. Þannig að þá kemur að borðinu Garðar sem er meðeigandi minn í vettvangi. Garðar Þorsteinsson eða ekki? Yes. Og hérna við sittum saman eða þú veist tökum saman höndum það verkefni og þú veist eitt leiðir öðru og vettvangur verður til. Hann var ekki í Hype eða eitthvað? Nei. Eru þið bara einhverjir æskufélagar eða? Já, í rauninni sko við förum alveg þokkalega langt aftur, hann reyndar ekki hotfinningur en hérna við byrjuðum sko fyrst að vinna saman bara í Jack and Jones í gamla dag, bara sölustrákar á gólfi. Þannig að við erum alveg með stál heiðarlegan bakgrunn. Sko. Og hvað var betri að selja gallabuxur? Garðar er kóngurinn í að selja gallabuxur. Alveg klart mál. En hann er hvað, forritari þá eða? Hann er forritari. Já, og lærður? Tók hann dropout líka? Hann er self-educated, ef ekki að segja það. Já, það. Ég vil það magna. Já, hann er alveg viðbjóðslega klár. Þetta er svona gift. Hann er bara, pappans er líka forritari og ég held að þeir hafa bara svona, þeirra stundir voru ábyggilega bara að gera eitthvað í dós. Sko. Ok, þannig að þið snúið þarna saman bökum 2012 fyrst þá í viðskiptum. Já. Sko þetta ár þá stofniði það ekki 2013 í raun? Jú, við sittum búin til kennitöluðn og reksturinn og allt svona 2013 þannig að það er 10 ára stóra afmæli framöndan. Einmitt, til hamingju með það. Já, thank you. En máttu segja hvað verkefni þetta var? Þetta stóra, sem þið takið inn eða? Þetta verkefni var, það hét heilsuhegðun og er í rauninni forveri ytrivefs heilsuveru. Ok. Þannig að við erum búin að vera að vinna í rauninni með embættinu að því í öll þessi ár sko. Já, er það þá landlæknisembættið? Já, það var alltaf landlæknisembættið en núna er þetta orðið svona samstarfsverkefni heilsugæslunnar og landlæknisembættisins enda verkefni orðið bílaðislega stórt, þú veist, þetta er ábyggilega langmest sótti vefur landsins fyrir utan MBL og eitthvað þannig. Þetta er upp á alla lyfjasögu, þetta er öll samskipti líka við... Já, það er í rauninni allt þetta innra, þú veist, og það er bara í höndunum á Origo, en við erum með allan frampartinn sem er í rauninni öllu upplýsingagjöfin og það sem er orðið í dag, hann er bara svona hjúkrunarfræðingur í vasanum koncept, það sem er bara með live chatið og allt þetta. Þetta er... Þú notar þetta kannski fyrir annað, en ég hef verið að nota þetta fyrir börnin og þetta er held ég algjör snild fyrir... Þetta er mikil betrumbót allavega á þessu systemi, sko. Fyrir fóreldra með móðursýki, að geta spurt allan fjandan þarna, sé alltaf hjúkrunarfræðingur, það er semst í rauninni gegnum ykkur. Ég notaði þetta mest bara í COVID, sko. Ég meina, það var bara einskjær lukka. Ekki fyrir það sem þú ert að... Þetta var allt komið í gang fyrir COVID og það er bara fyrir það að það er úkslega gott fólk á bakvið þarna heilsugæslumegin, sko, sem keyrir þetta bara áfram. Og bara algjör tilvílun að við vorum nýbúin að opna alla chatmöguleikana og stilla öll upp innan úr sér þeim þegar að COVID brestur á og því ég veit ekki hvað hefði gerst eða það hefði ekki verið bara í boði á þessum tímóti, sko. En hvernig er með, þú veist eins og þetta chat, búið til chati frá grunni? Eða er þetta byggt á... Við erum bara að nota third party lausn. Þannig að þú veist, okkar aðkoma er ekkert stór forritunarlega séð þegar það kemur að chatinu, en það er kannski meira að taka þátt í innleiðingunni og þú veist, að búa til verkferla og fleira með... Þannig þetta virkja allt saman. Já, akkurat. Ok, þannig þetta er bara verkefni, fyrsta verkefni og ennþá með ykkur í dag. Já. En þannig að sko 2013 þegar þið byrja að vinna saman með vettvang eru netverslanir orðnar eitthvað þing þá? Já, eða ekki. Það er svona voru dálítið mikið að rúlla í gang. Náttúrulega alls ekki eins og í dag en bara svona á Íslandi 2013 einhvern veginn mann ekki eftir... Þetta er þetta frábær pæling. Hvenær keypti maður fyrst eitthvað á netinu? Ég bara byrjaði einhvern tímann að spá í þessu bara svona 2017 eða eitthvað. Við fórum sko... Það var gaman að heyra frá þér. Hvað eru næstu verkefni sem vindu upp á sig svona? Það er, sko að þau nefnir að vindu upp á sig og að vefverslun er að þú veist, við einhvern veginn náðum að sannfæra 66 gráður norður að koma að vinna með okkur og á þessum tímpúti eru við 2-3 starfsmenn
eða sem sagt Garðar og kannski einn auka starfsmæður og við förum í samstarf með 66 gráður norður og Form 5 sem heita núna Kolibri og þar gerum við sem sagt nýjan vef fyrir 66 norður, vefverslun sem að, þú veist, vinnur vefverslun, vinnur Umbraco-verslun, vinnur, þú veist, og bara major success. Og þar fengum við náttúrulega þvílíkan skóla í að búa til vefverslanir, global vefverslanir og þú veist, það var bara alvöru proper skóli. Og svona í framhald af því fyrir náttúrulega því boltinn eða svona snjóbolta áhrifin að verða meiri, meiri þungi í okkur að geta verið með 66 á bakinu og þú veist, það okkar kunni og okkar verkefni og svona the big break, dálítið. Pínu. En hvenær vistu að þið þurfa að byrja að fara að ráða? Það bara mjög fljótlega. Já, þannig að Garðar var ekkert einn bara á hnefanum með þetta verkefni, þið byrjuði strax. Að miklu leyti til, hann ennþá alveg á hvínandi hnefanum, sko, það alveg þannig og og við báðir, ég held að við höfum bara ógeðslega gaman að þessu. Við erum bara að dytta í þessu ógeðslega gaman, bara þegar maður fær peace and quiet eitthvað staðar, þá fer maður bara oft í tölvuna og fer bara í skjölinn og að dúlla sér, skilur við. Aðeins þetta Umbraco. Já. Og því að ég held að flestir kannist við WordPress-vefi. Hafa eitthvað svona aðeins, allavega svona reynt að dunda sér að setja upp og annað. Akkurat. Getur útskýrt bara á mannamáli munin á Umbraco og WordPress? Já, ég get einmitt bara útskýrt á mannamáli. Já. En ég var að hugsa hvort þú geti gert. Þetta á sömu grein, eða ekki? Þú veist, þetta svona open source. Það til einhver hlutur sem heitir VMsson-kerfi. Þetta það bæði. Svo eitthvað svona tæknir á bak við VMsson-kerfin sem ert með ein lína sem er .NET lína sem svona Microsoft megin í heiminum og svo ert með eitthvað sem svona PHP línan og WordPress byggir á þessu PHP Umbraco byggir .NET Kallaru PHP spagetti kóða? Nei, ok, sumi gera það, en ok þú veist, eins og segi, forritararnir gera það en já, hvar vorum við með þetta? Ég ætla ekki að trufla PHP og svo .NET, Microsoft. Já, í rauninni tökum við bara strax stefnuna inn í það vegna þess að við viljum vera í fyrirtækjaumhverfum. Við teljum að það sé besta bettið að vera .NET megin því að fundamentally allur hugbúnaður í íslenskum fyrirtækjum .NET hugbúnaður. Þannig að þegar það kemur upp á einhverju samþættingarhæfni, skilur við einhver birgðakerfi eða DK-ið, skilur við, það sem þú veist, þá teljum við allavega að .NET sé betur til þess falli að samþætta. Er það ekki líka þá? Það meira öryggi, þú veist, það svona grunnurinn á að vera öryggari og það eru svona tíðari uppfærslur og oft á tíðum kannski verið meira vesen í kringum PHP heiminn. En ég var að fara að koma inn á þetta mitt með öryggið. Það eitt sem óþolandi við WordPress og þú kannski spáir ekkert í þessu í dag að maður þarf að ná í svo mikið af plugginum. Ég náttúrulega spáði mikið í þessu. Þetta ekkert eðlilega óþolandi. Já, svo ójafnt hvort að plugginin séu uppfærð í takti hvernig WordPress upp. Þið munið hvernig það var. Munið eftir það var langt síðan, alltaf Vodafone skandallin var einu sinni way back when. Já, SMS-in. Það var eitthvað svona, skilur. Það var bara eitthvað third party plugin, eitthvað staðar inn í einhverju WordPressi eða Drupal eða ég man ekki hvað það var. Það var bara ekkert búið uppfærda, skilur. Og þá einhver þriðji aðili í rauninu bara með aðgang að kerfinu í gegnum þetta plugin. Já, akkurat. En þú bara í góðri trú dungdræðir inn í kerfið af því að þú ætlaði bara, þú veist, að setja klukku á vefið. En eins og með Umbraco, það þá bara kerfi, svona add-on sem að þau búa til þá, ekki þörd. Umbraco það er bara vef umsjónartól og þú veist, munurinn, kannski helsti munurinn fyrir venjulegan vefritil eða notanda er að Umbraco kemur bara sem algjörlega hvítt blað. Við búum til hverja einustu einingu inni. Okay. Það er ekki bara hlaðið af fyrirfram skilgreindum virknum. Þannig að, og í því náttúrulega færst líka mikið öryggi. Já, akkurat, upp á að byrja frá byrjun. Yes, sir. Ok, en hvernig svona frá þínum bæjardyrum séð, þegar þið eru að byrja, ert þú þá bara að sinna sölunni einn eða? Já, ég meina, maður var svolítið kannski bara að sinna öllu, eins og þetta hefur verið í dag. Og já, þegar vorum að byrja, það var klálega bara ísköld símtöl og tölvupóstar út allan bæ og bara... Getur þú gefið okkur dæmi? Því að þú veist, ég held að fólk hafa ekkert endilega átt að sig á hvað var að gerast í tækni? Varst þú bara að hringja og segja, heyrðu, ég held að svona væri flott fyrir ykkur? Eða? Sko, ég get alveg að gefa ykkur bara gott dæmi, því að
þú veist, það voru maður gæti alltaf séð í kóðana skilur og gerir þarna inspect og eitthvað svona, þú getur gastu séð alltaf sko hvaða veðumsönnunkerfi var á bakvið og ef þú vissir að veðumsönnunkerfi var bara horrendous þá gastu náttúrulega senda bara e-mail, herru þetta piss shit og hérna við erum með eitthvað miklu betri í boði, viltu koma bara sjá og þannig bara byrjar þetta. Þannig að þú varst að þessu, ég nefnilega, við gerum saman hjá Bókun þegar við vorum að skoða ferðarþjónustufyrirtæki og gerðum við inspect í Chrome og reyndum að átta gráði hvort við væri komið með keppinaut eða hvort við vorum með heimasmíða WordPress-lausn eða eitthvað svo leiðis. Og býtu, hvað varst þú að gera hjá Bókun? Nú þekki ég nú aðeins til í Bókun. Viðskiptaþróun. Þú varst í viðskiptaþróun. Heitir það? Já. En það var nú eiginlega bara sala og þjónusta. Fyrir þá, eða eftir tíma hans hérna Arnars? Eftir, já. Við vorum að hjá Hype, þá vorum við mikið að vinna með, þá voru þið konum með widgetin. Já, widgetin, ég er að tala það. Widgetin var bara game changer. Það er bara successið í Bókun. Já, akkurat. Og við vorum einmitt að partnera, þú veist, helling með Bókun bara, þú veist, að selja ferðarþjónustufyrirtækjunum þetta, bara, og fengum bara komu frá Bókun fyrir að mæla með þessu og náttúrulega við litum bara miklu betur út fyrir vikið, skiljum, bara vera full service og þannig að... En það er einmitt dæmið bara svona örugglega svipa ferli og því að fara í gegn að þurfa að selja ferðarþjónustufyrirtæki Bókunavél. Já. Þótt þetta sé 2017, það var bara mjög erfitt á mörgum mörkuðum. Já, nei, klálega. Fólk áttaði sig ekki á því hvað birgðastýring eða stockout eða marketplace var eða annað, sko. Þetta var bara, ég held að Bókun hafi bara basically valla verið með neina kuna þegar við vorum að tala saman hana fyrst. Það voru kannski bara fyrstu 50 kunnarnir. Já, það er bara ekkert ólíklegt. Þannig að það var mjög skemmtilegt, flott fyrirtæki á þeim tíma. Ég var ekkert búin að fylgjast mikið með þeim. Það er trippadagsur í dag. Þessi minning þess. En ok, og Arna, varst þú með eitthvað? Já, bara haltu áfram að tala um þetta sem þú varst að tala um. Ég ætla ekki að grípa fram í. Nei, bara þú veist með þessa sölu. Ég vil fá að heyra dæmi eitthvað svona cold call, sko. Já. Þú veist, þú veist eins og með 66. Hringdur bara, var það í gegnum einhverja tengingar? Það var svona klálega einhver e-mail, þú veist, maður var búin að bombarda e-mailum út allan bæ og svo kannski fylgdur þeim á eftir með símtali. Og þú veist, stundum þetta náttúrulega líka bara spurningu tímasetningu og þú veist, ef þú hittir bara á fyrirtæki sem er bara akkurat á þeirri vegferð að skoða aðila þegar að þú hringir, þá ert eiginlega inn og þá er bara að mæta og eins og ég segi, skiljum við, helmingurinn af sölunni er bara að fá svar bara eins og þegar þetta var í fatabúðunum í gamla daga 50% af sölunum var bara að fá kúnarinn í búðina við getum síðan rest. Góðan daginn. Þurfum við ekki að koma þér í skinni fyrir? Var þetta ekki svona? Jú, eitthvað svolítið. En hérna, ef við tökum aðeins bara þá og nú, hugbúnaðarfyrirtæki fyrir 10 árum, var sami mannauður í boði? Hvernig var að ráða fólk á þessum tíma? Bara eins og forritara og annað? Já, við vorum alltaf kannski ekkert að ráða í einhverju massavís þá, nýja eru við í rauninni að gera það í dag, sko. En hérna, já, það var verið að útskrifa tölvunarfræðinga og hérna, en það hefur náttúrulega vaxið helling. Já. En tölvunarfræðingur er ekki sama tölvunarfræðingur, eða þú veist, það er alls konar fólk sem er að koma og alls konar fólk sem er að koma aðna út og vefheimurinn er í rauninni mjög sérhæður, þú veist, allt þetta einmitt framenda, bakenda, þú veist, það er held ég í rauninni miklu betra að sökka sig bara í einhverja tækni, skilur, ekki það tölvunarfræðin geggjaða grunnur bara til að vera með overall þekkingu á þessu öllu saman, en svo þarftu bara að fá að sitja 1 ár eða er ekki 10 klukkutímar til að vera sérfræðingur í einhverju í eitthvað sérstakt. En þú veist, sáu þess að þróun fyrir þegar þið byrjaði á 2013? Að þið væruð að gera það sem þið eru að gera núna í dag? Þú veist, var það stefnan eða voruð þið með einhver aðra stefnu þegar þið byrjuðu? Ég held að við höfum aldrei verið með neina skriflega stefnu. Við erum ekki eins og með skriflega stefnu í dag. En hérna, við höfum bara verið svolítið að vinna þetta eins og vind að blása, sko. Já, þetta er ekki alltaf markmið hjá þeim sem að fara að staða einn rekstur að reyna að láta blása upp og verða að einhverju, skilur. Þú sem svona eigandi á svona fyrirtæki, þú veist, sem er að you take great pride in it að þetta sé búið að vaksa og dafna og orðið að einhverju stöðu og steddi fyrirbæri, einhverju þekktri stærð. Þannig að já, þetta var það markmið, skilur. En á hvaða tímapunkti ferði svona, ég held að sem
fyrirtækjandi, þú ert aldrei rólegur eða þú veist, með að businessin sé bara komið til að vera en hvað ár finnið þið svona bara, ok, við erum bara orðnir established og Já, ætla að sé ekki bara árið sem við flytjum á Suðurlandsbraut 6, þá erum við að vera svolítið established, sko. Já, þá finnið þið bara að við erum konum með þessa Já, við erum komið góðan basa og það verður nóga verkefnum í kringum þessa basa og jafnvel þótt að einmitt komi endir alheimsins eins og COVID kom, skilurðu, þá munu það ekkert höggva á okkur, skilurðu. Þeir munu áfram þurfa þjónustu. Þannig að Já, akkurat, ég skilji. Kannski þar, skilurðu, en þetta náttúrulega svolítið okkar mótil snýst ógeðslega mikið að reyna að festa stærðir því að við erum, þegar öll eru botningkvöld, alltaf bara að selja tíma. Við erum basically bara glorified iðnaðarmenn. Já. Og þá snýst þetta bara að vera með sem mest af útseldum tímum sem hæðst hlutfall af öllum mannauðnum eða því sem þú hefur til ráðstöðunar. En það var líka annars ég ætlaði að spyrja og það er bara sorglegt, við höfum ekki tekið fyrir hugbúnaðarfyrirtæki að viti. Nei, DK, vissulega. Já, DK, já, þau eru reyndar að selja út tíma, alveg greint, virðist vera. Þau eru svona aðeins á öðru spektrum. Já. Náttúrulega með sína eigin vöru. Það er svona SAS. Já, SAS-is, en svo líka custom eitthvað ofan á. Einmitt. Þannig að það er ekki bara, það er skrimsli sem bara tikkar endalaust. Já. Það lítur út fyrir það. Eða hvað, veit það ekki. En það sem ég langar að spyrja út í viðskiptavinni hjá ykkur, hvernig virkar þetta? Er maður bara að skrifa upp á samning 10 milljónir að búa til app eða er þetta meira við gerum bara 30 ára samning og þetta er bara okkar vegferð þar sem að við erum bara með fasta tíma á mánuði og þið eru bara okkar menn eða konur í hvernig virkar þetta? Hvernig er að fara í þjónustu við vettvang eða bara önnur hugbúnaðarhús? Í flestum tilfellum væri það þannig að við reynum að setja fram eitthvað svona verkáætlun en í seinni tíð viljum við og gerum nánast eiginlega bara kröfum að við förum á staðinn í einhvern hönnunarsprettt því að þetta er eins og segja, þetta er bara orðin svo ógeðslega flókin fyrir bara í hvert og eitt verkefni. Já. Þannig að þegar við fáum kannski senda einhverja þarfa lýsingu á pappír og eigum svo að fá að gefa bara einhver tilboð í það, þá erum við eiginlega, nei, þetta er ekki nógu gott því að við getum séð eitt fyrir okkur, þið sjáu eitthvað allt annað fyrir okkur. Við viljum alltaf taka þessa hönnunarsprettti þar sem að við erum kannski að skuldbinda okkur í eina viku að vinnu eða eitthvað, engar verulega stærðir en það sem að útkoman er ógeðslega mikil, það sem að þú fær bara að sjá eitthvað á skjá og getur bara flett í gegnum það og koma með eitthvað svona prototípu af þessu. Út frá því ættir að geta gefið verkáætlun og það er þá oftast orðið bara í eitthvað sem heitir bara fasi 1 því að hugmyndirnar eru bilaðslega stórar. Bara það að þú ætlar að enda eitthvað markað í dag sem þú sést bara heildsala út í bæ þá eru kröfur neytenda sem alltaf þær bara innis fæ ég svona og svona og svona og svona þá vill það alltaf þessi aðli bara mæta ég vil bara fá svona. Þannig að það er alveg langt journey að komast þangað og það er kannski svona ég vil bara fá það sem þeir eru með. En það er einmitt annað sem maður velt fyrir sér. Hvernig er heildsalarnir? Hvernig standa þeir sér tæknilega sér? Maður þekki nú ýmsa sem er að braska, byrja að flytja eitthvað inn og djöfull geti séð fyrir mér að sé ekki mikill svona tæknilegur grunnur á baki. Er það rántmetið eða? Sko þeir heildsalar sem að við erum í samstarfi með eru bara mjög flott í þessu og þau eru stórhuga og hafa ógeðslega mikið að benefita frá því að vera með þetta allt á hreinu hjá sér. Þannig að þau þurfi ekki að vera að taka á móti þessu bara í öllum mögulegum miðlum, bara fá þetta bara flæði í gegnum vefverslanirnar og synga inn öll afsláttakjörin og allt þetta sem er búið að víla og díla og þannig að þetta er náttúrulega krafan bara frá neytendum bara sjálfsagræsla ég vil bara geta gert sjálfur á þeim tíma sem mér hendar þannig að þau hafa bara staðið sér vel og við erum að vinna með eins og til dæmis Innes og það hefur bara verið geðveikur árangur af því sem hefur verið að gera þar en það er búið að vera ferli sem er búið að vera í gangi í nokkur ár þetta er ekki svona hrist fram úr erminni Nei, ég skilji. Þurfu ekki eitthvað varst þú ekki að fara með einhverja fleipur Innes daginn? Veitu, hvað sagði ég? Þá skulum við leiðrétta það strax. Já, með vettvang. Nú man ég ekki. Nei, kannski er það. Nei, að það? Við mér hafa sagt einhverja tölu sem átti... Ég tók það í förstaskafinu Það var búið að leiðrétta. Já, það var eitthvað smá rangfærsla í þessu en
kom eitthvað mjög vel út af það. Boðskapurinn var góður. Vettvangur og vinnist, það bara eins og nú þetta vettvangur líka samstagsæðli hjá okkur. Vissulega í föstudagskaffinu, ekki þessum þætti, en við erum með aðra samstagsæðila þar, meðal annars Kelduna. Já. Og við höfum alltaf talað fyrir áskriftinni. Því að þar færður reikningana á rafrænu formi. Það bara svo þægilegt og það hefur einfaldað okkur mikið í gegnum tíðina og það er fullt annað benefit þarna inni, þannig við hvetjum ykkur til að kynna ykkur áskriftina en svo sömuleiðis auðvitað bara allt inn á Keldunni. Ert þú eitthvað að fylgjast með bréfunum? Ég djúpur í Keldunni. Ég þeir mega alveg eiga það að þeir komu náttúrulega með uppfærslu á vefnir sínum fyrir ekki löngu síðan bara til allrar hamingju því að þú veist ég mynda mér að 90% af notendum noti bara Kelduna á nákvæmlega sama hátt og ég geri og það er bara refreshað í móbæl þannig að ég er bara að fá að sjá tölurnar beint í andlitið gamla dag þurftur alltaf að skrolla niður eins og okkur astni núna er ég búin að rætta þessu þetta frábær breyting frábært viðmót líka og þökkum þeim að sjálfsögðu kella fyrir samstarfið herðu sömuleiðis Rekus Yngvi. Við ætlar ekki að taka fyrir þá sem að vettvangur að vinna með. Hvað segirðu? Dominus og Inkasso. Við gerum það bara eftir. Já, ok. Save the best till the last. Heyrðu, Rekus, hjá hverjum ert þú að lega? Við erum hjá Eik. Já. Hugsaðu áður og endur nýjar leigusamningin því að Rekus er með bestu rýmin í bænum. Já, algjörlega. Kaffið er innifalið. Kaffið, þrif, allur pakkin, heyrið Rekus strax í dag. Ef þið eru með lítið millistórt og eru þið í vafa með hvort þið að leigja eitthvað rými eða bara dett í kommunu. Já. Að gera. Hún er góð þarna hjá Rekus. Sérstaklega er að koma ykkur að stað og alltaf svona tengsl og verið kringum annað skemmtilegt fólk. Frábær klasi. Herru, svo Dominos, tökum það líka. Ég meina þið náttúrulega hafi verið að vinna með Dominos. Heilengi. Já. Og núna er líka komið, það er einhver nýr varians á þessu, Apparatus eða ekki, taka við. Jú, Apparatus er í rauninni svona ákveðið hliðar sjálf af vettvangi og það er í rauninni bara, við vorum bara komin á stað í vinnu með það og þá fannst okkur í rauninni bara mega sense að við myndum bara stofna nýtt félag það og leyfa því bara aðeins að fá að skapa sinn eigin kúltúr en byggja svona á þeim innviðum sem að við erum með og því know-howi í þessum rekstri og hann, Apparatus er nýr samstagsaðili hjá Dominos stórkostlegt Hvernig er samt er ekkert erfitt verkefni að taka yfir nær fullkomið app og gera það betra? Þetta er náttúrulega geðveikt app en það er, ég meina, tæknin fleitir alltaf áfram, það verður fullt af nýjum tækifærum og það er alveg tækifæri sem eru ónýtt líka þannig að það er bara það verður spennandi að fylgjast með því það er alltaf von á nýjungum komið mér óvart það er actually, þú fær ekkert skemmtilegri samstagsaðila en Dominos, þeir eru til í allt þeir vilja bara við mætum með hugmyndir skilur og þetta er bara ef einhverju væri líklega til að fara að taka mútið Bitcoin Dominos Ási segur maður En hvað, einhver uppáhaldspizza eða eitthvað sem að vettvangsmenn er að úða í sig þarna á þriðjudögum? Mér finnst það ógeðslega góð pizza sem er ekki með sósa, ég man ekki eins og hvað hún heitir bara jalapeno, hvítlaugs, olíu Cajún eða? Já, heitir hún það ekki? Já, gott ef ekki Hún er ekkit eðlilega góð Já, hún er stórkostleg Já Yngvi verður greinilega að smaka hana Já, ég er til Ég er klár Cajún Combo Djúvill eftir segur maður Það er þetta alveg líka skemmtilegur útusnúningur að ég vann alltaf á Dominos þegar ég var 17 ára Þannig að ég kann alveg á veit alveg hvernig hlutinu virkaði þarna Það var bakur borðið Þú varst bakari eða? Á kokkur Já, ég byrjaði náttúrulega bara í kössunum brjóta saman kassa svo fekk maður að fara á lænið og eitthvað Þetta er skemmtilegt Þetta er draumadjobb, ég held ég myndi mæla með börnunum að þau taki Þetta er svo heiðarleg vinna Þetta er bara, það verða allir 17 ára að vinna á Dominos Já, ég held að það sé gott Sammála því, við hvetjum alla undir 18 allan sækjum hjá Dominos Herðu, mér langar aðeins að spyrja þig út í þennan hönnunasprett Mjög margir hafa heyrt þetta bara mjög margir en hafa ekki hugmynd hvernig þetta virkar Þetta er eitthvað gamalt fyrirbæri svona
Ég meina Já, það enda góð spurning. Þetta eitthvað líka eitthvað tískufyrirbreið sem kemur til landsins? Þetta samt alveg 10+ ára dæmi, sko. Já, ég meina þetta hefur alltaf verið til í einhverju mynd. Þú veist, jú, svo búið að forma þetta eitthvað og Google, þú veist, gefur út bókum þetta, skilur og svona gerir þetta sínum hlut, en ég meina fundamentally snýst þetta bara það að fá alla stakeholdera að borðinu til að ræða lausnirnar og þú veist, þetta ánáttúrulega bara við þar sem hefur verið að ræða tæknilega flókna hluti, þar sem þú þarft að fá hérna bæinn frá stjórnendum, þú veist, að þeir séu tilbúin að bakka upp þessar vegferðir og þú veist, þannig að allir í raunin bara í sama rými að þess að fara yfir þessi mál og já, fá þetta bæinn og út frá því þetta kannski að byrja einhvers konar skilgreiningavinnu á konseptinu sem að menn vilja leggja fyrir og teikna upp prototípaði. Þannig og þegar við minnum prototípið þá erum við bara að tala teikna upp skjái kannski af helstu flæðunum og þú getur svo bara fletti í gegnum það, þú veist, þannig að þá sjáum við öll, þú veist, hvert við erum að stefna, hvað við erum að fara að búa til. Já, ég hef tekið svona að vísa ekki hjá ykkur og þetta er algjörsnild því að það kom allir inn, herru, við ætlum að gera þessa hugmynd en svo eru 1000 mismunandi hugmyndir eða útfærslu sem allir sáu fyrir sér. Þannig að ef við löpum bara í gegnum þetta dagur 1. Er þetta bara viku, er þetta 7 daga keyrsla? Eða er þetta 5 dagar? Og það er líka eitt sem maður hefur kannski lært á þessum, það er alltaf verið að reyna meitla allt í stein, það er alltaf verið að reyna svona pretty package á öllu, en þú veist, auðvitað er það bara þannig að þú ert á Íslandi, þú ætlar að reyna að fá framkvæmdastjórinn að borðinu, þú ert ekkert að fara að fá hann að borðinu í 7 daga, sko. Það er ekki séns. Þú fær hann max 3 tíma. Og þetta er svona brot úr degi í eina viku, eða ekki? Jú, þetta er, þú veist, ein nálgun er til dæmis að við tökum bara svona mjög powerful vinnustofu sem er þá kannski bara byrjar á morgni og endar seinni eða svona 2 eða eitthvað og þú veist, það er bara verið að fara yfir allt og það er bara verið að vótum hluti og þú veist, þú ert með stakeholder frá IT, þú ert bara með framkvæmdastjóran, þú ert með rekstrarstjóran, þú ert með fólki í framlínu, það er mjög mikilvægt að hafa það alltaf með og hérna þar eru bara allir að, þú veist, hei, mér langar að segja þetta, þú veist, þetta getur verið valuable og svo er bara verið að fara yfir þessar hluti og þú veist, eins og segir, svo er bara vótað á það, þú veist, hvert viljum við taka þetta og hérna Já, og fyrsti fasi og bara þessi vegferð. Skipta þessu eitthvað niður því að þú veist, já, það koma ekki 1, 2, 3 hugmyndir, það koma 100 hugmyndir, þú veist, þetta verður ekki aldrei tekið fyrir í einum fasa. Nei. Þannig að þetta er ógeðslega valuable tól. Já. En er ekki alveg eins einstaklinga líka að fara í svona hönnunaspretti? Kemur það ekki alveg fyrir? Jú, ég meina... Þetta er ekki bara endilega fyrirtækin? Jú, ég meina, við erum bara að vinna með mjög skemmtilegu svona einstaklingi í dag sem er náttúrulega bara með sitt startup fyrirtæki og þar erum við bara í þessum fasa, þú veist, hún er bara með eitthvað ákveðna kjarnahugmynd og vill leysa það ákveðin hátt og við erum bara að vinna að þessu, þú veist, en þá er þetta náttúrulega, þá þarf þetta ekki að fá eitthvað endilega bæinn, skilur við frá, hún er stjórnandinn, þannig að eins og ég segi, það er ekki alltaf hægt að njörfa allt niður bara í eitthvað fasta. En þetta er samt líka gott þótt þú sést einn að þú komir öllum hugmyndunum út, farður upp á blað og svo eru þið að hjálpa til við að forma 100%. Bara og það er alltaf hönnur með í ferlinu þannig að þú veist, við erum alltaf að hanna upp vöruna þú veist, og reyna bara að komast eins nálægt henni og við bara sjáum hana fyrir okkur í endanlegum búningi, sko. Það er nefnilega það sem ég ætla að koma inn á líka, það er vannmettnasta í þessu er að hönnurinu með því að þá ertu með eitthvað visual í lokin eins og þú ert búin að segja, þess að hægt að klikka og sjá þetta versus það sem þú sagðir áðan, þetta blað sem einhver einn hefur bara tekið saman, hérna er bara tasklisti en það hefur engin hugmynd lokaafuruna, hvernig þið eru búin að sjá fyrir ykkur þetta líti út, sko. Það er akkurat málið, þú veist, þá getur einhver á hinum endanum verið með algjörlega allt aðra sýn á þetta verkefni svo gefum við eitthvað tilboð í það og allir verða drullu ósáttir í lokin, skilur við, þegar við vorum bara að sjá eitthvað allt annað fyrir okkur. Já, akkurat. En, ok, þetta er hönnunarspretturinn, Arnar, við þurfum að henda þér í þetta með, hérna... Með hvað þá? Hvað ætlar að segja núna? Eitthvað. Nei, ég hef samt farið á fund varðandi þetta og það var mælt með þessu og þá var ég vissulega, sko, bara einstaklingur með styrk, sko, fyrir hugmynd og þetta var svona heldur dýrt fyrir, þú veist, mig sem einstakling bara með einhvern, hérna, bara ungur með lítinn styrk, sko. En ég hef heyrt mjög góða hluti þetta, en ég veit ekki svona alveg nákvæmlega hvernig þetta fungerar, sko, hvort þetta sé þessi keisla í 5 daga, en nú fekk ég betri útskýringu á því, sko. Já. En þetta er ekkert allt of formfast, væntanlega. Nei, í rauninni svolítið bara fittað þörfum, sko, hvers og eins fyrirtækis eða einstaklings, eða hvernig það er, sko.
Ég held hjá svona mið til stóru fyrirtæki margborg geta sig því að þú takir þessa viku í þetta versus vankantarnir sem að munu rísa upp seinna meir ef að þetta líka, allir bara hlaupa stað sko. það svo mikilvægt að það eru margir aðalar sem koma að borðinu og geta líka flaggað skilur og sjá fyrir einhver ákveði vandamál sem að hefði ekkert komist upp annars nema bara á miðri leið og þá ert í vandamál þannig að en aðeins í aðra sálma þeir eru náttúrulega skilgrein ykkur ekki bara sem hugbúnaðarhús eða hvað væri einmitt þetta er eiginlega þetta er dans sem maður hefur átt lengi við sjálfa sig sko. Vefstof, mér finnst það alltaf gott sko. Vefir alveg komplementa það sem við gerum ágætlega þú veist, mér fann grænar bólur þegar að tala um heimasíður það er náttúrulega svolítið svona eins og við gerðum þetta í gamla dag en þú veist, þetta er náttúrulega bara hugbúnaður þannig að vefir, hugbúnaður, já En mér langaði nefnilega aðeins að spyrja sko, eru þið bara í útseldri vinnu fyrir aðra eða hefur það einhver tímann komið upp að þeir eru bara, heyrðu, við ætlum bara sjálf við þessa vegferð að gera þessa vöru eða sko, eins og þekkist hjá, var ekki gangverk sem bjóti sling já, ég meina Stokkur er búin að fæða nokkur börnin í þessu það fullt af fyrirtækjum sem að, þú veist, byrja bara útseldri vinnu og detta svo inn í einhverja vöruþróun og fara bara þangað og en við höfum bara svona í rauninni auðvitað hafa hugmyndirnar komið upp en það hefur alltaf verið bara strategían að optimisera vinnu í útseldum tímum og við teljum okkur alltaf að vera með módel sem er bara rock solid. Þannig að viljum halda uppi ákveðnum gæðum þetta er rosalega erfitt að ná að halda uppi mikill skilvirkni en samt halda gæðum og leið góðum kúltúr þetta er alveg ákveðin dans og við teljum okkur vera búin að ná að semi-masteran Ef við förum aðeins yfir erfiðu tímana þú ert nú búin að koma svona óbeint inn á COVID hvernig var þetta umhverfi fyrir ykkur? Rýnum bara businessin eða? Nei, eins og ég segi þannig erum við kannski bara búin að ná að koma okkur upp mjög góðum samstarfsaðilum og erum heldur ekki sko algjörlega bundin, þú veist við vorum alltaf að þjónusta ferðaþjónustu fyrirtæki, ekkert mál en ekki með mörg þannig að við vorum ekki eins og það voru alveg dæmi hugbúnaðar fyrirtæki sem fara alltaf bara niður með ferðaþjónustu fyrirtækjum því að þau eru bara þjónusta ferðaþjónustu fyrirtæki en við vorum ekki þannig að við bara, þú veist við fengum alltaf bara í rauninni fullt af verkefnum í rauninni til okkar því að það þurfti bara að hraða allir þessari sjálfsagreiðslu það þurfti bara að hraða muni eftir til dæmis alltaf gaman að nefna með Domma bara pítsan út í bíl dæmið skilur það var bara alls konar svona verkefni sem að við komum inn á borð til okkar en þetta var ekkit skemmtilegu tími þú veist þetta var það þykir alltaf rosa svona spennandi eitthvað að fá að vinna heima og maður fekk svolítið að smakka vel á því þarna það er ekkit gaman það er miklu skemmtilegra að hitta fólku í kaffivélina og vera að baukast í teimum frekar en þú veist, þetta getur gert þetta allt, þú getur talað við kollegaðinn á netinu og allt það en það er bara ekki eins og þetta er náttúrulega orðið mjög heitt í dag hvort að fólk eigi að fá að vinna heima eða koma í vinnuna hverjum degi aðalega hjá tæknifyrirtækjum eru þið eitthvað að glíma þetta? Eru þið með eitthvað? Við erum ekkert að glíma við þetta en þú veist þeir starfsmenn sem hafa kannski verið hjá okkur lengi þekkja vel til allra ferla og þú veist hafa í rauninni bara traust þeir hafa sveigjanleika til þess að vinna að heiman en bara eins og þeim sýnist eða? Svona svo gott sem en þú veist við viljum alveg fá fólk inn á skrifstofu að því að eins og segja við erum að vinna í teimum við erum að vinna öll saman það er ekki við viljum alltaf geta átt díalóguna og helst í persónu en það sem ég ætla að koma inn á er að þú veist það komur rosalega margir í dag svona með það sem einhver ákveðna kríteríu bara ég ætla bara að fá að vinna að heiman við myndum ekki gera það nei. Já, ég er að lendi því með atvinnuviðtal og Já, en þú veist það er alltaf að fólk má alveg setja upp sínar kríteríur en það myndi ekki ganga í okkur þú veist það myndi ganga ef við komum til að vera tilbúin að taka ár eða 2 inni örna trösti, skilja alla ferla og allt það, en þú þarft að fá að taka þátt í teiminu Hvað eru þið mörg núna sem störðu á vettvangi? Við erum 20 mann sem störfum á vettvangi Magna Er allt fólk á Íslandi eða? Já, við erum bara íslensku business Og apparatus er
eru starfsmenn sem fóru í rauninni frá vettvangi þangað, þannig að það eru 6 eða ekki hjá Apparatus sem mynda 4 sem að mynda svona kjarnateimið sko. Og þú ert í rauninni þar. Þetta svona málalega. Ég bara einhver staðar, ég bara það sem mér sagt að vera hverju sinni. En hérna já, það eru starfsmenn frá vettvangi sem að voru í rauninni bara búin að vera að byggja upp þekkingu inn í app heimi og hérna þá formalæsum við þetta í rauninni bara með að stofna lítið félag það og hérna og vonandi stórt félag. Eitt svona þín persónulega skoðun fyrir fyrirtæki must að vera með app eða sama hvað það er? Nei, 100% ekki. Ég svo sammála. Það eru svo margir sem verður að hafa það var náttúrulega ákveðin tískubylgja sko og þú verður að hafa app á vel við þar sem þú ert með einhverjar síendurteknar aðgerðir. Þar sem þú ert að gera eitthvað frequently en þú veist app sem bara eitthvað starfsmanna yfirleitt sko fyrir notendur út í bæ, nei alls ekki sko. Góða punktur sko, manni finnst nú alveg verið að koma gott af í þessu sko. Veigra við því að downloada nýju appi Það harðlínu maður en mér finnst samt klálega að sko öll upp eigi geta verið vefir líka þú veist, auðvitað getur ekki sett alla þjónustu í vef af því að þú veist, eins og margt sem hún gerir í símanauðinum eins og að skanna inn QR-kóða og eitthvað sem að lætur appi gera eitthvað sem hún getur ekkert gert í vef en þú veist, ef þið hugsið Headspace eða eitthvað þú vilt bara geta fengið að logga inn á vefin ef þér sýnist þú veist, til að fara Headspace að heima hjá þér eða fara í appið gefið bara notendunum val Headspace, er það eitt af þessum hérna bara hugleiðslu já, akkurat það þarf ekkert að alltaf að velja það er líka bara hægt að vera með bæði skilur, og bara leifið þá bara notendunum einhver að velja Já, akkurat Einn svona til þín persónulega núna á þessum 11-12 árum eigin rekstri fjármál, hvernig hugsaðum fjármál svona dagsdaglega er einhver metrikar eða annað sem þú fylgist með bara sko allir sem að þekkja mig myndu klárlega svara því að ég virði peninga mjög mikið og hérna ég myndi ekki segja að ég var einhver nánu sko, en ég hugsa mjög vel peninga og hérna þannig að en þú veist metrikar svona day to day, hvernig veistu það búin að í heimilisbókaldinu í rekstrinum nei, bara í vettvangi ertu kannski ekkert að fylgjast með þessu dagsdaglega? Jú, ég geri það nú sko metrikarnir, já, stóru metrikarnir bara veldutölur þú veist áætlar kostnaðartölur, fastukostnaður, breytilegu kostnaður, bara það sem að hver annar geti, þú veist, ég er engin heil í þessu sko. Nei, en er ekki eitt í þínu bransan sem stjórnar öllu, seldi tímar? Er það ekki svona 1, 2 og 3? Jú, það er náttúrulega, það er reyndar ok. Það er metrik sem ég horf mjög mikið á. Já. Og ég er náttúrulega, nefni þetta ekki einu svona því ég er eiginlega bara hættur að, þú veist, ég er búin að temja mér þetta það mikið að, þú veist, og við erum bara búin að koma upp vinnulagi sem að ef að þú ert að vinna með starfsfólk sem er með kannski meðalaun upp á þú veist, mjög mikið þá þarftu bara að geta tryggt það að þú ert með þessa tíma hjá þessu fólki útselda akkurat og það er að koma eitthvað út úr þessum tímum á móti því að þá ef að það droppar niður í kannski 70% efficiency þá ertu sennilega bara á leiðinni í stingarinn sko. Og þið passið alltaf upp á að hafa þetta eitthvað x fram í tíman þess að útseldu tíma. Já, við erum alltaf mikið að vinna með svona retainer módeli þannig að við erum með einhverja fyrirfram skilgrindar stærðir með samstarfsaðalunum okkar sem að henda líka held ég bara öllum langbest við getum gefið bestu verðin þau hafa einhverja svona fastar stærðir í kostnaði og rekstri á sinni hlið og þetta svona bara formar svolítið samstarfið já, við vitum öll hvað við erum að vinna með þannig að já, við erum að selja tímana eða þú veist, reynum mikið að selja tíma fyrirfram. Er það algengt að með viðskiptavinni hjá ykkur eða bara þá segir það þjónusta að þau sé ekki með tæknitild, þið séu bara tækniteimið? Já. Það er mjög algengt. Já, og þannig þá bara ef eitthvað kemur upp klukkan 10 í kvöld þá er bara einhver hjá þér kallaður út til þess að laga það? Eða? Ja, það er bara þannig. Já. En þú veist, við erum alltaf með það feilar ekkert þannig, það kemur ekki þess. Eða þetta kemur alltaf eitthvað upp en hérna það þarf að vera þú veist kritikal við erum ekki að ræsa út fólk í vinnu út af einhverju stafsetningavillu sko. Fólk verður þá bara að geta breytt í sjálf eða þú veist
Það ekki nema að sé bara hreinn niðri tími. En ert þú þá að taka þennan hita? Ringir einhver þig á kvöldin og þú þarft að ræsa? Já, oftast það annað hvort ég Garðar sko. Og hérna við erum ógeðslega einfalt fyrirbæri ennþá þótt að við sem orðið þokkalega umsögum mikið fyrirtæki, þú veist, það forvarta bara síman hjá mér sko. Og hérna, já, hjá Garðari fyrir eftir hvor var seinast í sumafrí sko. Já, akkurat. Ok, mjög gott. En hvernig, sko, er þetta með, veist, þið væntanlega leggið upp úr því að hafa þetta svona, hérna, að veist, fá sömu viðskiptavinni aftur og aftur, sko, en segjum að ég kæmi bara einn með mitt eigið hugmynda mínu eigin appi eða vefsíðu eða eitthvað, þú veist, leggið þá grunnaði að ég geti unnið áfram í þessu sjálfur. Já. Þú veist, það er basically ykkar hugsjón. Meina, okkar, já, það er alveg klárlega þannig. Við viljum náttúrulega að þú geti bara tekið við vörunni þegar hún er komin út og maintaina henni eins langt og þannig er, skilur, þú ert náttúrulega væntanlega ekki að fara að þróa nýja komponenta eða nýja hluti. Það er kannski meira það sem við viljum vera að gera, en við viljum að þú geti stýrt öllu öðru. Af því að við viljum ekkert vera að fá einhverja ticket hvernig ég embedda þessu YouTube-einbandi, skilur. Því ég bara, að 1000 notendur eiga bara að geta séð það sjálfur og geta séð það sjálfur. Hvernig er eitt hérna með gamla góða ríkið í þessu? Er það eitthvað að vakta útboðin eða? Við erum alveg að vinna fyrir nokkur ríkisfyrirtæki og höfum tekið þátt í útboðum og svona, en eins og segi það er helviti leðilegt módel. Já, ég meina þetta er sturluð vinna að bytta í eitt verkefni á vegum ríkisins. Það er ofta ekki mikið commitment á bakvið að heldur frá ríkinu, þú veist, þá kannski færðu bara, skilur, að gera þetta í einhvern tíma og hér er einhver umsamin upp og svo bara ekkert meir. En þess að segja, aðalega er þetta kannski pínu fráhrindandi út af því að það er eins og vorum að ræða bara 80 blaðsíðna greining og fyrirvarar og skilgreiningar og oft á tíðum bara mjög óraunhæfar kröfur. Þannig að við hefum svona... Þau ættu kannski að fara fyrst í hönnunasprett áður Svo innilega sko. Ég get ekki setið á mér með að segja það. Ég vil ekki koma þér í vandræði Nei, þú veist það en maður svona veltir þessu fyrir sér það væri best. Það væri best fyrir alla aðeila að væri búið að forma þess betur hugmyndirnar og ekki bara dæla út, þú veist, þetta er leiðilegt módel, skilur við. Fyrir okkur snýst þetta líka bara miklu meira samstarfið. Það er ógeðslega gaman að vinna með skemmtilegum samstarfsaðilum sem eru með stórar hugmyndir sín viðskipti og eitthvað. Þú veist, það er kannski ekkit þetta er allavega ekki byrjun og svoleiðisverkefni. Nei, akkurat. Eins og þessu stiltu upp. Annað svona pólitísk spurning, það kom hérna á mikill hiti, fyrir 2-3 árum þegar Reykjavíkurborg ætlaði að taka yfir eða stofna eigin hugbúnaðardeild. Já, hugbúnaðardeild. Er þetta eitthvað sem varð þannig að fyrirtæki út í bæ fór að finna fyrir þessu eða? Þau réðu inn einhvern slatta af sko, ég man ekki, hvað náðu þetta eiginlega lágt? Ég veit ekki. Voru þeir eitthvað farnir að ráða inn forritara? Þau réðu náttúrulega hauga einhvern verkefnastjórum og hérna svona einhvern deildarstjórum og svona middle management fólki en ég held að þau hafa bara verið að bjóða út verkefnin þegar kemur að forritun og hönnun, held ég. En sko, fyndin sagða, þeir forritara sem ég hef hitt sem að unni þarna, svo þetta væri frábær vinna því að þá gætu nýtt tíma nýja að vinna í eigin verkefnum, sko. Kaská. Þannig að mögulega ertu mögulega var þetta bara svona fínt til að vinsa út það fólk sem þú vildi kannski ekki ráða. Já, ég held að, þú veist... Nei, ég veit ekki hvernig... En þið fundu segast ekkert fyrir þessu, þannig séð? Nei, ekki sko, en ég meina ef þeir hefði komið inn með einhverju full force og ætlaði að keppa á launum, skiluru, og allt það, þá hefði það sennilega skekkt markaðina aðeins því að, þú veist, opinbera á náttúrulega ekki verið samkeppni kannski við engaðala svo mikið. Væri að dýr. En, þú veist, já, ég er ekki mjög pólitískur, þannig að... Nei. Við reynum að vera það ekki bara frjálslindir en við eigum eitt sameiginlega vinn sem við verum að koma að hérna og það er Inkasso og þið hafi nú verið að gera vel með þeim. Þau eru í samstarfi með okkur halda nánast öllum skuldurum ánæðum. Það er ágætis, það er góðu metrik.
Já, líka bara okkur fyrirtækjunum sem skráum okkur hjá þeim. Já, ég segi það sko. Vefurinn hann stórkostlegur, onboardingferlið. Já. Hvað Það tók því, hvað var þetta? Undir 2 mínútur. Já. Ef ég hefði verið með bankareikningin hjá mér, 30 sek. Þannig að þú sér það sko. Þeim mjög gott að skráða í viðskipti á fyrirtæki. Já, hann er næs vefur. En hvernig var þetta, hvernig kemur það samstarf upp á borðið? Syngi gummi bara? Já. We fucking need a solution. Literally þannig. Make it happen fast. Við settum heldur líka eitthvað hraðamet í þeim vef. Það er alveg gaman að því að hann er flottur en ég held að við höfum executað þetta allt á kannski 30-40 dögum. Já, vá. Þannig að... Hvað, var hann bara að fara undir eða? Nei, ég veit ekki, er hann ekki bara svona gaur? Hann reynir að hækka orkustig í rýminu og hérna, í skilanskilur, ég reyna að vinna eins. Ég svona reyna að fá hækka orkustig og keira aðeins á hlutina og hérna... Ég held að hann sé svipaður sko. Nei, þetta er stórkostlegu vefur og fyrir lítil, meðalstór sveitafélög. Já, sveitafélög, þetta er bara fyrir allt spektrumir. Inkasso. Það er nóg að skuldum þar allavega. Já, nákvæmlega. Vilja aðeins kíkja, farið inn á inkasso.is og vitið á komdu í viðskipti. Já. Og þá sjáu þið barn Inkasso og Vettvangs. Já, ekki spurning að lokum síðan Payday. Já. Vinur okkar þar. Eru þið eitthvað að nota Payday? Herri, við erum alltaf að vinna fyrir Payday. En það er þriðja hliðarsjálfið okkar sem er vel advæst. Ég veit ekki hvort að þið kannski bara vita ekkert hvað það er. En þú veist, okkar lína er í rauninni að vera með alla breiddina í digital. Þannig að þegar að fólk eða fyrirtæki eru á þessari vegferð þá viljum við geta boðið Azure innviðauppbyggingu samhliða. Og þar erum við að vinna dálítið með Bjössa Payday. And the Payday. Azure, svo það komið fram, er skýjalaust Microsoft. Já. Akkurat. Og það er annað hliðarsjálf sem heitir vel advæst. Já, vel gert. Stórkostlegt að heyra. Þetta eru svona verkefni sem við erum að taka svolítið líka bara með, þarna var starfsmaður búin að vera lengi með okkur og við erum bara miklir félagar og hérna, hann er bara búin að vera að sérhæfa sig mjög mikið í þessu. Það finnst okkur líka bara rétt að taka ákveð skref með þessum aðilum og kannski formfesta og setja upp einhver meiri stakes og hérna, byggja upp eitthvað saman líka. Getur þú útskýrt þetta fyrir okkur? Ekki á kvolpamáli, heldur mannamáli? Þú veist, Azure, A2.fs, Amazon Web Services eða ekki, svo Google Cloud. Hver er munurinn á þessu? Er þetta bara allt sami skítur eða? Er þetta ekki allt svipað skítur? Ég held að, þú veist, ég meina það eru flest öll fyrirtæki á Íslandi sem er í einhvern rekstri eru með annan fótinn inn í Azure hvort sem þau vita eða ekki, bara með allum Office-leifunum sínum og Navisioninu sínu og við erum þarna svona kannski meira að vinna með þeim að frekari innviðu uppbyggingu, oft tengt gagnagrunnum, einhverjum svona development pipes og þú veist, þannig er ég komin út fyrir svona mitt sko. Þegar Garðar og Gunni eru hrikalega klárir í þessu, ég er það ekki. En litla sem maður þekkir í þessu er að þetta er rauninni kostnarhagræði þessi þjónustæð ekki? Út af því að gagnagrunnskostnaður getur orðið svo hár eða þú ert eitthvað með þetta vitlaust. Jú, eða þú ert með Azure eitthvað vanstilt eða bara ekkert búin að spá í þessu, þá ertu að öllu líkindum að borga allt og mikið. Þú getur verið að tvítelja gögn og þú borgar fyrir það. Já, getur líka bara, þú veist, bara með einföldum aðgerðum, bara svona leyfismála skuldbindingum og eitthvað, þú getur bara keyrt kostnaði niður 40%. Þú veist, ef þú ert búin að setja upp eitthvað fullt af gögnum í eitthvað Azure-skí, þá eru þið væntanlega komin þangað til að vera, allavega til næst, þú ættir að geta kommitað í allavega ár, þá ættir að geta náð kostnaði niður einhver %. Akkurat. Og svo er náttúrulega bara fullt af, þú veist, hvernig ætlar að byggja þetta allt upp, hvernig á þessi infrastruktúr að líta út, hvernig þú veist. Já, þú veist, það þarf að huga þessu því að margir byrja bara að byggja ofan á og svo áður veist af, þá er allt í einu farið að hafa áhrif á hraðan á vefnum hjá þér. Þetta verður líka algjört skrimsli held ég. Já. Og já, ég meina það svo er eitthvað svona pípur á milli, þú veist, nú ætla ég bara að hljóma svo hálfviti og þú veist, sem að á milli í rauninni vefsins og vefþjónustuna og allt þetta og gagnana sem eru þarna í einhverju skýi og þessar pípur þurfa að vera rosa flottar þeir eru, já. Þú talaðir áðan það að þið væru svona bara eins og glórifrætt iðnaðarmenn.
Þannig eru glorified píparar. Þríðið pípunar. 100% þurfa að vera hreinar. Þið græði aldrei meiri pening á því, en þið spara ykkur kostnað. 100%. Og að því sögðu þökkum við Payday, kella fyrir samstarfið. Bjössi welladvised.is Besta reikningasystem á landinu. Bara skráðu ykkur strax í dag. Hann er vel hreinar pípur. Ég ætlaði að spyrja út í, ég spyrja út í fjármálin aðan, ég ætlaði að spyrja út í marketing, mér langast að spyrja út í hana. Nöfnin, vettvangur, apparatus, welladvised. Hvað liggur á baki? Liggur eitthvað baki? Já. Eða þú veist, heldur að hafa legið eitthvað baki? Varstu bara fyllir í og... Já, basically. En hérna, heldur að hafa legið eitthvað baki þegar eitthvað bjóð til nafnið Advani. Manstu að heyrðu það fyrst? Ég þekki það ekki. Ekkert eðlilega skrítið. En hérna, nei, ég meina, þú veist, það er bara, mann sittast bara niður, hör, ég kemur 5 tillögur, þú kemur 5 tillögur og svo bara ferð að horfa í kringu þig, og hérna, ég geti reynda sagt stoltir frá því að ég átti öll nöfnin. Já. Og vettvangur, kom eitthvað annað til greina? Þetta með eitthvað gott? Við hefðum getað heitið Margrét. Margrét Frímans, en ég veit ekki. Nei, svo apparatus er skemmtilegt. Ég er gaman að því. Já, við ætluðum að, þú veist, þar var upprunalega hugmyndin að heita apparat. Það er held ég einhver arkitektastofa eða eitthvað sem að er apparat, en ekki alveg sens, apparatus er grípur þetta vel. Ég held að það hafi verið, hvort það hafi verið eitthvað svona hugbúnaðarhús, apparatus.com. Voruð þið búin að skoða það eða? Nei, ok. En með það? Ég veit ekki, á alþjóðamarkaði kannski. Apparatus Studio, nei. Þetta er eitthvað allt annað. Þið eru í góðum málum, sko. Gleymum því. Ef við horfum svona núna aðeins fram veginn, hvert er þessi heimur að fara? Erum við að fara að ráða erlenda verktaka í meira mæli? Ég held að flest öll íslensk fyrirtæki vilji bara hafa þetta nálægt sér. Og hérna, ég held að það sé... Það meikir bara sens, eins og ég segi, sérstaklega ef við skoðum eins og verkefnin og allavega vinnulagið eins og við erum með það, þar sem við erum að vinna þetta þétt sem teimi og viljum hafa mikla nálægð, þá held ég að svarið sé bara nei. Ég held að en það er nóg verið að framleiða af íslensku hæfileika fólki í þessum iðnaði, sko. En það eru billjón fyrirtæki að bítast þau. Það vantar ekki. Þannig að... Já, ég held að ég ágætt að vera segur forrindar í dag. Fín laun og nægu vinna. Hversu, sko, með tilkomu til dæmis gervigreindar, hafið þið verið að nýta ykkur það? Já, ég held að... Hvað auka skilvirkni? Ég held að forrindararnir séu bara upp til hópa að nýta það frekar mikið, sko. Og bara til að bara flýta fyrir sér og hérna, oft náttúrulega bara fá feedback kannski líka frá gervigreindinni. En hérna, ég held að gervigreindin er ekkert komin, sko, til að replacea þetta fólk. Hún er bara komin sem bara, þú veist, þetta er bara besta tól sem að þau gáttu fengi í hendurna til að auðvelda sér vinnuna. Það er alltaf algengur miskilningur, sko. Forritar er ekkert að bölva þessu, sko. Nei, þeir elska þetta. Það enda líka að skrifa gervigreindin í flestum góðum, sko, þannig að þeir geta nota sér það. Svo eru þeir bara yrkinu að selja vafsitt akkurat. Ég drepi fyrir þetta í mastersitgerinu minni, að vera að fá kóðan, sko. En í þínum eigin störfum, ertu eitthvað farin að fikta með sígarettur? Í gervigreindinni? Já, eða ChatGPT, Bard er komið til Íslands núna. Sko, nei, ég hef ekkert eitthvað sagt með djúpt í þetta, ég læti þetta stundu skrifa, eða komið tillögur að textum, og einmitt, þannig nota ég þetta, þú veist, ég bið hana bara að koma með eitthvað svona romsur handa mér og svo pikka ég bara út úr þessu, aðalega þetta, þú veist, ég vil heldur ekkert hljóma bara eins og eitthvað tölva. Það þarf að vera ákveðin persónulegu blær yfir, allavega finnst mér, því sem ég sendi frá mér, þú veist, það þarf að vera greinilega að koma frá mér. En já, bara á sama hátt, skilur, flýta fyrir mér og... En þetta geti á kannski orðið, hvað myndu við skýra þetta? Ef þetta er fjórði ángin á vettvang. Fjórði ángin. Já, hvað? Ég í content creation með AI. Kottum með nafn. En hvað, hérna, vettvangur og samsteypan öll, hvar sérðu þetta fyrir þér? Eftir hvað, 5 ár? Og þú veist, bara þessi bransi, allur, hvert verður þau komin? Þið eru ekki mennin á stefnuskrá, eins og hún nefndir áðan? Nei, hún er allavega svona, hún er frekar losaraleg, sko. En þú veist, okkar markmið er bara alveg klálega að halda áfram á sömu braut, þú veist, við höfum svona, við teljum okkur að vera með mjög svona sterkt í hana, þú veist, við erum með ótrúlega gott heimi, við erum ógeðslega skilvirk, við erum að delivera alveg helling
og þannig að við eigum í ógeðslega mörgum góðum samstörfum og svo alltaf að bætast þar ofan á náttúrulega, þannig að við neyðumst, við viljum náttúrulega stækka en leið höfum við svona fundið fyrir að það erfitt að stækka án þess að þurfa sko að gera grundvallar breytingar, þú veist, fara ráðin meira svona stjórnendum og þú veist að þetta orðið þungt lót þegar að þetta stór teimi og við viljum alls, þú veist, kúltúrin svo mikið atriði og við viljum alls ekki að það leysist eitthvað upp, skilur, eða fari eitthvað við missum stjórn á því. Við viljum ekki fara að fylla þetta milli stjórnendum hérna. Helst ekki, það náttúrulega Hvað væri svona, hvað heitir þetta aftur? Var það product manager þá sem að Já, þú veist, við gætum alveg Það vörustjóri, það allir orðnir vörustjórar þetta. Já, einmitt. En við mér finnst oft mjög gagnlegt að vörustjórinn sé bara á hinum endanum. Þú veist, vörustjórin sé hjá fyrirtækinu og sé að vinna í samstarfi við okkar teimi en þetta við náttúrulega, þú veist með okkar svona það alltaf einhver úr annarkvort ég eða Garðar eða einhver svona meira senior sem að taka þátt í öllum teimunum okkar sem að passa náttúrulega bara að hlutinni gangi vel og allir séu glaðir þannig að En svona, kannski að lokum, ég allan orðin tæmdur svona mestu. Getur þú tekið okkur í gegnum bara eina viku? Hvernig þetta? Þetta endalisi fundir eða engi fundir? Það að vinna í hvað heitir þetta helvíti aftur? Sprints? Hönnunarsprettir? Nei, hvernig forritarnir vinna oft í svona 2 vikna lotu? Eða eru þið agile? Aftur, þetta svo breytilegt maður. Þetta þú veist, það við erum með fullt af samstagsaðalum sem eru kannski bara með, segjum, 3, 4, 5 vinnudaga á retainer á mánuði og þú veist, þá kannski tekur þetta meira bara í einhvers konar spretti, skilur, þú veist, skipulegur þetta með kúnanum og svo taki þetta bara á svona, þú veist, yfir eitthvað afmarkað tímabil. Já, hann bara í dag Dominos dagur, þá ég bara í Dominos. Já, nema Dominos náttúrulega margfald stærri. Þú veist, þannig að Dominos allir dagar eru Dominos dagar. Þeir eru bara með teimi utan sig. Þannig að, já, þú veist, það var líka eitt sem að maður hefur lært í gegnum öll þessi ár, þú veist, ég var mjög mikið og mjög upptekinn af því að vera alltaf að lesa allar greinar og svona á að gera þetta og svona á að gera þetta og svona stjórnendagreinar. Já, bara allar svona helstu tækni og tískubylgjur í bara, stjórnun Kúltúr og svona. Og svo maður alltaf eitthvað svona, ætlar maður bara að taka þetta og applæja þessu, þú veist, það virkar ekki þannig. Þú tekur ekkert og bara þetta þú veist, þú getur tekið það svona besta úr einhverjum ákveðnum hlutum, svo bara þróar þinn eigin kúltúr. Það sem virkar fyrir þig, virkar fyrir þitt fyrirtæki og aðalega bara virkar fyrir samstarfsaðilana þína. Þú veist, það ekkert eitt vinnulag sem að við erum með. Við erum alveg með breytilega vinnulag fer svolítið eftir bara, þú veist, sumir samstarfsaðilar eru bara áhugasamari. Þeim finnst þetta bara miklu skemmtilegra. Þeir bara eru tilbúin að fjárfesta miklu meira í þessu, aðrir eru kannski meira bara svona rekstrarorientið, þú veist, þetta á bara að virka og við ætlum bara að laga böggana og ekkert mál, skilur, það er bara önnur nálgun. En í gegnum árin, hefur gert einhver feit mistök eins og í þessu, að gera einhverja breytingar eða fara eitthvað að skipta þær af og bara verið síðan viku setna, þetta var ekki gott. Já. Eitthvað sem þú mátt segja? Ég hef alveg gert bönsa mistökum á leiðinni, þú veist, pottþétt. Þannig ég samt ekki með neitt eitthvað eitt í huga, sko. Ekkert svona þess að þú varst að breyta vinnutímanum með alltaf mánudagsfundir og eitthvað sem þú fannst bara, heyrðu, ok, þetta er ekki mark, sko. Mér langar geðvegt að gefa þér eitthvað, sko. Af því að það er eitthvað þarna. Það er ekki að koma. Nei, allt í góðu. Þannig að ég eiginlega bara hryggjaði með þessu, sko. Við tókum á einum tímapunkti stóra ákvörðun að þú veist bara, herru, við ætlum bara að kött út verkefnastjóran. Og og hvað þýðir það? Þá áttu forritararnir bara sjálfir að teimin eru bara sjálfstæð og þau bera í rauninni svona hitan að því að verkefnastýra sér og eiga í samskiptum við samstarfsaðila okkar og þú veist, stýra þessu öllu miðlægt og það hefur oft verið erfitt, sko, af því að það ekkert allir forritarar bæjarins eitthvað geggjaðir í þessu, skilur, en
þetta hefur samt bara virkað ókslega vel. Þannig að þetta virkaði að taka Já, þetta var lélögu punktur. Og hefur samt oft verið erfitt. Já, breytingar eru oft erfiðar. Já, einmitt. En það var, fólk vill helst bara láta sjá þetta fyrir sig, sko. Já. Gekkja. Áhugavert. Herðu. Þetta er áhugaverður heimur. Algjörlega. Hugbúnaðarhús. Já. Hugbúnaðarhúsin góðu. Vefstofan. Já, hvað, voru ekki með eitthvað fleiri nöfn á þetta? Bara vettvangur. Já, vettvangur. Þetta er vettvangur fólks. Við viljum alltaf bara vera samnefnarinn, skilur. Bara eins og Dominos það þegar fólk talar pítsu. Þá kemur bara vettvangur. Já. Það er hugbúnaðarhús. Heyrðu, eitthvað að lokum frá þér? Heilla ráð til einhverja ungra sem að byrja í business eða langar að fara að braska? Já, ég meina, byrjaði bara að braska. Það er heillaráðið. Eins og ég segi, ég hef alveg getað að prepara eitthvað svona, við erum nú með hérna milestone og þú veist, það voru einhvers konar milestonear og maður er alls konar hugmyndir í hausnum og eitthvað, en þú veist, þetta er bara gunna og gera basically eitthvað, þú veist. Done is better than perfect, just do it, drullu ykkur á stað. Bingo. En farið í hönnun að spretta áður. Já, ekki spurning. Elmar Gunnarsson frá Vettvangi. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við Yngvi, verðum við ekki aftur hérna næsta þriðjudag? Jú, erum við ekki næsta föstudag? Jú, föstudag. Já, segja það. Sjáumst á föstudaginn, heyrumst. Bye bye. Takk í dag, bye.